Karlakórinn Heimir í Skagafirði var stofnaður í desember árið 1927 og því tæplega 90 ára gamall. Kórinn hefur vaxið töluvert á þessum tíma en aldrei hafa þó fleiri nýliðar bæst í hópinn en nú í haust. Kórfélögum hefur á síðustu vikum fjölgað 21 og aldursbreiddin mikil en yngstu kórfélagar eru enn í grunnskóla. Við erum 77 ef ég man þetta rétt núna. Og ég held að við höfum aldrei nokkurn tímann verið svo margir í sögunni áður í þessari tæpu 90 ára sögu. 77 og það að vera þá hvað margir nýir? 21, ef ég man rétt. Þannig að það mikill söngáhugi hér í firðinum? Alveg feiknarlegur og þetta svona meiriparturinn í yngri kantinum að þessum sem byrja núna og allir aldurspili sé ekki orðið tæp 70 ár. Þannig að breiddin mikið líka. Starfsæður að byrja núna og við byrjum með svolítið óhefbundum hætti. Við erum að fara norður á Akureyri og austur í Þingeyjarsýslu í Breiðumýri með tónleika. Það við höfum nú bara byrjað á svona æfingum og nýju prógrami. Þannig erum við aðeins að taka það sem var á síðasta ári og fara með það aðeins út, byrja starfsæður svo liðs. Og svo byrjar náttúrulega hefbundið með 13. söngnum og svo áfram fram á vorið. Já, við æfum 2 í viku og það það eru margir nýir núna. Við vorum núna síðustu tónleikar hjá okkur voru á Reykholtshátíð í sumar og þar fórum við, vorum 50 þar en nú erum við orðin 77. Svoleiðis að ég valdi það núna að við erum búin að fara í gegnum mjög mörg prógram í gegnum þetta 31 ár sem ég hef komið að kórnum og við höfum tekið, þegar eru margir nýjir menn þá þetta aldrei gott að hinir séu svona standi í fætur þeir sem eru fyrir og ég prófaði nú alla þessa nýju og er alveg sérstaklega ánægður með það hvað eru góðir þessi nýju söngkraftar sem kom inn. Já, við erum bara með fjölbreytt prógram sem við erum með nokkur lög sem kórinn hefur aldrei sungið bara svona til að skerpa á öllum og svo svona byggjum við þetta upp frá þessu í Reykholtshátíðinni og bætum inn í því að það stutt í næstu tónleika. Þeir eru bara næstu helgi. Á Akureyri eða hvað? Akureyri, Glerárkirkju á Akureyri og svo Breiðumýri. 2 tónleikar þann daginn. Og það eru 77 meðlimir, eru þetta allt skagfirðingar? Nei, þeir koma frá Akureyri og þetta mikil radíus. Þeir koma frá Akureyri, þeir koma frá Hólum í Hjaltadal, þeir koma frá Vatni á Höfðaströnd og þeir koma frá Hofsvöllum í Lýtstaðarhreppi. Ég bara hef ekki slegið það inn hvað langt er á milli enda. Það er töluvert langt? Það er töluvert langt, já. Og hvað er það sem dregur allan þennan fjölda í kórinn? Félagsskapurinn, hafa gaman að því sem við erum að gera og náttúrulega bara maður manns gaman. Og talandi skagfirðing, í grunninn þetta allt skagfirðingar náttúrulega. Og eins og Stefán sagði við hittumst 2 í viku og þetta er bara endurnýjun, maður fer þreyttur á æfingar og kemur afslappaður tilbaka. Þetta er svona andleg áfylling? Þetta er andleg áfylling, já. Kórinn hefur í gegnum tíðina fengið til liðs við sig fjölda stórsöngvara og á vordögum mun Elmar Gilbertsson bætast í þann hóp. Kórinn hefur sungið ýmiss konar tónlist og það er aldrei að vita á hverju maður á von á tónleikum með Karlakórnum Heimi. Við erum með mjög blandað tónlist. Þetta er nú svona, það hefur nú verið hjá okkur þannig að við höfum verið mjög duglegir að taka einhverja gestasöngvara, Kristín Sigmundsson var til dæmis með okkur á síðasta árið eða það, já. Og þá er það yfirleitt þannig að við erum með hefðbundið Karlakórsprógram fyrir hlé og svo eitthvað nammi eftir, Það er þannig. Og það verður eins áfram, það kemur alltaf eitthvað óvænt inn í. Þetta hefur 2 konar þýðingu fyrir mér að fá þessa góðu söngkraft að alltaf dregur eitthvað starfið dámið af þeim. Það dregur dám af þeim. Þeir eru góðir og kórfélagarnir eru mjög spenntir að vera með og ef við fáum þessa góðu söngvara til að koma, þetta er bara alveg ómetanlegt. En þetta líka tryggir það að við erum ekki alltaf að þvæla í sömu förunum. Við erum að bjóða upp á svona nýjungar og reyna að vekja áhuga á þessu gamla Karlakórsformi. Svona breyta því svona
eins og Stebbi að segja með fá einsöngur og breyta söngskráni reglulega af eitthvað við að vera.